partes sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Komið sæl og velkomin í Spursmál þennan ágæta föstudag. Það ekki tíðindalaust á Íslandi frekar en fyrir daginn. Stórbruni varð í Fellsmúla í gær og stóð fram á nótt. Hús nánast gjöreyðilaðist í þessum eldsvoða og litlu munað að eldurinn að læsa sig í hið fornfræga Hreyfilshús sem stendur við Miklubraut. Engin slys urðu á fólki sem betur fer en maður velti fyrir sér af hverju við Íslendingar sífellt að lenda í brunum þar sem að dekk koma við sögu. Það vondur eldsmatur og vonandi að menn læra þessu. Þetta viðkvæmur staður í Reykjavík og vonandi að þessi mikla eyðilegging leiði til þess að byggt verði upp með fallegum og glæsilegum hætti á þessu svæði þegar að við fáum betri mynd af því hvernig þetta allt stendur. Við erum líka að fylgjast með Grindavík þessa dagana þó að jarðhræringar þar hafi ekki gert vart við sig síðustu sólarhringana. Jarðhræringar gera ráð fyrir að það geti farið að gjósa þarna innan tíðar aftur, jafnvel 1. mars. En við fylgdumst andaktum með því þegar að rafsuðumenn og iðnaðarmenn af ýmsu tagi lögðu veg yfir nýstorknarhraunið og náðu að tengja Suðurnesin aftur við hina miklu heitavatnslögn sem að liggur frá Svartsengi. Þetta ekkert minna en kraftaverk að svona hafi tekist til og við hljótum að færa þeim mönnum sem að þessu stóðu kærar þakkir fyrir þetta afrek. En við erum að fást við fleiri mál. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins, þeir eru búin að leggja fram frumvarp á þingi þar sem að þeir vilja að RÚV verði breytt, að þetta hætti að vera opinbert hlutafélag og verði ein af stofnunum ríkisins, verði sett á fjárlög. Þeir vilja líka að fjárveitingar til þess verði endurskoðaðar með tilliti til þess hvernig fyrirtækið eða stofnunin hegðar sér á auglýsingamarkaði. Ljóst af öllum tölum að hún hefur sogað til sín fjármagn á síðustu árum og gerist sífellt umsvifameiri í allskyns fjölmiðlun sem að ætti að heita verkefni einkamiðla, hvort sem það eru hlaðvörp í útvarpi eða sjónvarpi. Það vonandi að menn setji fókus á þetta því að það skiptir miklu máli að frjáls fjölmiðlun fái þrifist í landinu og að ríkismiðillinn stóri sem að tekur til sín þetta mikla fé sé ekki einráður á þeim markaði. Eitt af því sem að menn að skoða í tengslu við þetta hinn lygilega atburðarás hjá Þjóðskrá sem að virðist hafa oftalið Íslendinga að minnsta kosti 14.000 manns síðasta áratuginn. RÚV fær greitt fyrir höfðatölu samkvæmt hinum rosalega nefskatti sem að Þorgerður Katrín setti á sínum tíma og það vaknar spurningar það hvort Ríkisútvarpið þurfi núna að endurgreiða ríkinu í ljósi þess að stofnunin hefur verið að þjónusta miklu færra fólk en hún taldi áður. Við teljum líka mikilvægt að beina því til Þjóðskrár að þeir reyna að telja rétt í þetta skiptið. Þeir hafa fengið frí milli jóla og nýjárs fyrir velunnin störf. Svo það Landspítalinn, stærsti vinnustaður á Íslandi. Það eru góða fréttir þaðan. Spítalinn var rekinn með jákvæðra afkomu á síðasta ári sem nam 600 milljónum og á sama tíma náði spítalinn að framkvæma 1500 fleiri skurðaðgerðir heldur en á árinu á undan. Þetta eru mjög jákvæð tíðindi og í ljósi þeirra ætla ég að fá hingað til mín og eftir Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans og ætlum að ræða Landspítalann og verkefni hans og reksturinn sömuleiðis. En áður en að því kemur þá fæ ég hingað í setti til mér 2 góða gesti, Steinunni Sigurðardóttur rithöfund sem komið frá Selfossi og Sigmar Guðmundsson, alþingismann Viðreisnar. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Þær eru komnar aftur. Jarðarberja og bananasprengjur eru klassískar gleðisprengjur sem hitta alltaf beint í mark. Aðeins í takmarkaðan tíma. Nói Sirius. Orðin okkar búa yfir kröftum. Orð geta verið blíð, nærandi, huggandi. Notum orðin okkar til að uppræta hatur, ekki efla það. Hvernig notar þú orðin þín? Þá erum við komið hér aftur á skjáinn. Ég kom með góða gesti hingað í myndverð til okkar. Það eru Steinunn Sigurðardóttir, rithöfundur og fyrrum fréttamaður og Sigmar Guðmundsson sem fyrrum fréttamaður og núna alþingismaður. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Við ætlum að byrja því að fá óska þér til hamingju með bókmenntaverðlaunin fyrir bók þína Ból.
Takk. Þetta annað sinn sem að þú hlýtur þessi verðlaun. Já, þetta svona 30 ára fresti. Það svona hóflegt fyrir kvenmann. Heldur að við þurfum að bíða svo lengi eftir þriðju verðlaununum? Já, kannski svona 20 ár næst. Já. Þú fékkst verðlaunin fyrir Hjartastað 1995. Passar, já. Og ert fyrst kvenna til að fá verðlaunin öðru sinni. Já, reyndar. Og verður þá sennilega svo fyrsta til að hljóta þau þrisvar. Það bara, ég geng út frá því. Þetta allt gott og blessað og gaman að fá þig í setti hér yfir heiðina frá Selfossi, eða ekki? Já, við komum, en það rennifæri, það var óskapleg fegurðinn. Þessi svarthvíti febrúar með einhverju svona túrkislitri birtu, þetta var unaslegt. Og það stilla í lofti. Já. Það var ekki og hefur ekki verið stilla í lofti við Grindavík síðustu mánuði. Maður er búin að vera að fylgjast með þessum atburðum orðlaus. Í nýjustu vendingunum auðvitað núna virðist vera hlé á þessum jarðhræringum þó að það bendi margt til þess að þetta geti farið á stað aftur. Þetta ótrúlegt afrek sem að menn vinna þarna við að tengja saman heitavatnslögnina að nýju sem gátt fréttamaður klæjar ekki í puttan að segja frá. Jú, sko, fréttamannsstarfið náttúrulega kannski, það reynir auðvitað mest á þar þegar eitthvað svona í gangi. En það alveg rétt sem þú ert að segja, það var alveg magnað að fylgjast með þessu og þetta það sem að mér finnst alltaf Íslendingar vera rosalega öflugir í. Það svona viðbragð þegar eitthvað stórt gerist, sko. Svo getum við þetta endalaust rætt það hvort að við séum nægilega fyrirhyggjusum og allt það, en það var alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu. En mér finnst þetta Já, samt einhvern veginn svo erfitt með að verjast þeirri hugsun að Grindvíkingum hlýtur núna alla daga að líða alveg óskaplega illa því að þetta bara einhvern veginn að það gís, svo bara byrja að landa aftur strax að rísa, menn viti ekkert hvað að gerast og annað. Þannig að maður finnur auðvitað svakalega mikið til með fólkinu þarna. En ég hef alltaf verið mjög hrifinn af almannavarnakerfinu okkar, viðbragðinu, hvort sem að það lögregla, björgunarsveitirnar, nú eða einhverjur hópar iðnaðarmanna sem að þurfa allt í einu að ryðjast á vettvang og græja hluti fljótt við lögregla. Það hefur verið mjög svona traustvekjandi að fylgjast með flest af þessu. Þetta eru hetjur, þetta eru svona hversdagshetjur einhvern veginn sem bara birtast. Já. Ég algjörlega sammála því. Mér fannst þetta eins og vísindaskálskapur að leggja veg yfir nýrunni hraun og þetta skildi takast á þessum stutta tíma að koma heita vatninu á. En Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur, hann hefur sagt þar sem þú varst að koma inn á Sigmar að Íslendingar í þessu landi séum við frábær í því að bregðast við en afleit í sambandi við fyrirhyggju. Og það þessi spurning, þurfti þetta að gerast að heita vatni færi af þannig að heimili 30.000 manna lægju mögulega undir skemmdum. Já. Og það hafði verið varað við nákvæmlega þessu og virðist ekki hafa verið tekið eða hótelstjóri á Suðurnesjum, hótelstjóri á Marriott hótelinu í Keflavík eða við Keflavík, hann sagði það var forgangsraða ránt og kennir þar HS Orku og sveitafélögunum og ríkisstjórninni. En mér langar að segja í sambandi við Grindvíkinga að ég sá það bara núna þegar ég fór yfir heiðina frá Selfossi á mbl.is að Grindvíkingar eru æfir yfir því að Bláalónið sé opnað þegar að þeir fá ekki að fara sinna ferða sem skildi og fyrirtækjunum hægt að blæða út og ég ætla ekki að fara að hafa skoðanir sjálf á opnun og lokun og hvernig ég að gera hlutina en ég á hins vegar kunningja í jarðvísindageiranum sem sagði við mig núna fyrir nokkrum dögum það getur gosið beint upp úr Bláalóninu þess vegna. Og maður spyr sig, erum við virkilega alltaf að tefla og tæpast af að, getur það verið? En ekki líka, menn hafa verið að velta þessu fyrir sig með opnununa í Grindavík fyrir íbúana út af búslóðunum sem að verður að reyna að bjarga. Vísindamennirnir virðast sjá þetta fyrir, þeir segja nú verður stundmilli stríða í 3 vikur. Eru stjórnvöld að ganga of langt í því að halda aftur af fólki í stað þess að nýta það hlé sem að augljóslega í kortunum núna? Sko, það náttúrulega þarf að kortleggja sprungurnar miklu það var hægt áður en maðurinn lést sem féll ofan í sprunguna og kannski með því að kortleggja þær almennilega þá mætti mögulega gera eitthvað í þá veru sem þú ert að tala Stefán. Þetta hræðilega slys sem hefur verið fjallað og verður fjallað áfram. Vanmátu menn þetta eða erum við kannski stöndum við bara frammi fyrir nýjum veruleika? Mér finnst einhvern veginn viku eftir viku þá sé það einhvern veginn að opinberast betur og betur hversu alvarleg staðan hversu óðbóðslega sprungið þetta svæði en við vorum kannski ekkit endilega meðvituð það að þetta væri að fara svona eða væri orðið svona fyrir örfáum vikum síðan. Nei, og þetta mjög vandasamt, þú veist, við erum með þetta byggja upp
stærstan hluta af okkar samfélagi á eldvirkusvæði og það eru nokkur kerfi þarna sem að geta tekið við eitt af öðru og við sjálfur sér vitum ekki nákvæmlega hvað gerist næst. Þannig að auðvitað eru alveg óvissuþættirnir í þessu alveg svakalega margir og mér finnst þetta afhjúpa ákveðna veikleika í svona mikilvægum innviðum hjá okkur eins og til dæmis það þó þetta hafi nú allt farið vel sko, þú veist þurfa tengingarnar að vera fleiri, leiðirna fleiri til þess að flytja vatn, rafmagn, heitt vatn og allt það sko. Við þekkjum það auðvitað þegar hefur verið að reyna að reisa upp svona innviði að þá hefur það oft kostað mjög miklar deilur og annað og við þurfum kannski að hugsa aðeins öðruvísi það þegar svona öryggissjónarmiðin koma svona sterkt inn. En þú segir að við búum í landi sem mikil eldvirkni, það jarðskjálftavirkni á stórum hluta landsins, eldvirknin teygir sig í raun og veru þvert í gegnum landið, krossprungið. En við erum með 5 eða 6 kerfi bara hérna á Skaganum. Bara á Skaganum og þar sem eru miklu innviðir. Getum við sýnt mikla fyrirhyggju, verður þetta ekki alltaf viðbragð vegna þess að ef við ætlum að fara að girða okkur af með leiðigörðum og mörgum línum og mörgum leiðslum að það yrði okkur ofvaxið litlu samfélagi? En ég held að áætlanirnar þurfa að vera til. Já. Það held ég. En varðandi sprungunar í Grindavík þá mér sagt að fullum fetum að sem sagt, það hafi verið farið þarna í fyrirhyggjuleysi og bara verið að moka ofan í eitthvað sem var ekki hægt að moka ofan í. Máli var ekki kannað nægilega vel fyrirfram. Það virðist vera alveg á hreinu og eins að þegar að fjölskylda mannsins sem að lést þarna þegar hann féll í sprungunni biður svör, þá engin svör. Og ég á því að við þurfum að bæta okkur mjög mikið í því að fara yfir hluti sem fara úrskeiðis eins og til dæmis að heita vatni fór af, hefði verið hægt að koma í veg fyrir það og þarna þá þarf fjölskylda mannsins að fá svör. Hvernig var staðið að þessum ákvörðunum? Ekki til að finna sökudólka, heldur til að koma í veg fyrir eins og hægt að slíki hluti gerist aftur. Já. En við munum alveg eftir því þegar var verið að taka ákvörðunum það að reisa garðana að þá höfðum við alls konar skoðanir á því hvernig þeir ættu að liggja, svo eru þeir bara lagðir í kringum orkuverið, Bláa lónið innan eins og þar eru verið að miða við hæðarpunkta en ekki endilega einhverja aðra hluti. Núna erum við að tala vellin á Hafnarfirði, ætla menn að fara að reisa einhverju varnarmannvirki þar þegar menn vita ekki hvort gísar eða hvernig gosinn nákvæmlega hraunið muni renna og hvar þau koma nákvæmlega upp og allt þetta. Þetta eru auðvitað gríðarlega flókið sko. En við hljótum að minnstakosti að vera sammála það að allir svona lykilinviðir og allt sem í kringum þessa innviði, það þurfi að vera örugt og tvítryggt sko. Og það hefur kannski skort á það á undanförnum árum og áratugum. Við erum auðvitað bara að vakna upp við eldvirkni sem hefur ekkert verið til staðar sko. Og þetta eru auðvitað ekkert þægileg tilhugsun að vera hérna með mestan hluta landsmanna á þessu svæði þar sem að þó við séum ekkert í einhverju svona yfirvofandi ógn út af einhverjum risagosum sem að sprengja hér allt í tætlur sko, að þá eru auðvitað tjónið á innviði hús og annað getur orðið svo mikið. Þetta eru áhugaverðir tímar. Ætla að beina þið sjónum að þinginu. Nú hafa nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins lagt til, ég leyfi mér að segja, grundvallarbreytingar á stofnun sem að þið þekkið bæði tvö, reyndar frá ólíku tímum. Þú varst fréttamaður og fréttaritari fyrir áratugum síðan og það er nú ekkert langt síðan að þú skiptir vettvang, Sigmar. Þú kannast við þessa tillögu eða þessa lagabreytingar sem að þessi hópur vill ráðast í. Lýst þér á þetta að hætta að reka þetta sem OHF, gera þetta hlutafélagi í ríkisins og gera grundvallarbreytingar á möguleikum stofnunarinnar til tekjuöflunar? Sko ég vann á RÚV þegar að hitt fyrirkomulagi var og það var nú ekki mikil ánægja með það og þá þótti mönnum sem að afskipti stjórnmálamanna væru nær Ríkisútvarpinu heldur en með gamla fyrirkomulaginu. Ég ekkert endilega viss að þetta snúist rekstrar fyrirkomulagið. Það sem stóra málið og það sem mjög umdeilt við RÚV ekkert endilega Ríkisútvarpið sjálft heldur það hvert hlutverk þeir segja að vera á auglýsingamarkaði, hvort að það þrengi að möguleikum annarra miðla. En gerir það ekki? Jú, það má alveg færa rök fyrir því og ég náttúrulega sitt í allsherjar- og menntamálanefnd og þar höfum við verið að ræða þessi mál ítrekað og þar hafa komið fulltrúar einkarekinna miðla og þeir kvarta undan þessu. Auðvitað fyrir stærstur hluti peningana nú orðið til útlanda. En sko það með Ríkisútvarpið eins og allt annað, þetta á ekki að vera einhver óumbreytanlegur fasti. Við þurfum að taka umræðu það hvert hlutverk þeir segja að vera á hverjum tíma, það getur auðvitað verið breytilegt og hvar áherslan eigi að liggja og annað. En okkur hefur ekki lánast, sem mjög mikilvægt að gera sko. Það að skapa aðeins meiri sátt samspil Ríkisútvarpsins og þeirra miðla sem eru að keppa síðan við Ríkisútvarpið á allt öðrum forsendum auðvitað á einkamarkaði. Þarna þurfum við aðeins að huga að jafnvæginu á milli. Og ég meina, það auðvitað bara fínt að það komi fram svona tillögur, það gefur okkur færi til þess
að ræða. Mögulega þessi OHF til að sjálfstæðisflokksins að breyta rekstrarforminu. Mögulega það síðan umræða sem opnar þá einhverjar svona nýja kanala í því og nýja hugsun, ég veit það ekki. En þetta náttúrulega þingmannafrumvarp, það fer inn í nefnd og... Sofnar þar? Það svona mjög algengt að það gerist að minnsta kosti í þinginu. Þetta ekki stjórnarfrumvarp og það auðvitað áhugavert að þetta auðvitað á allt öðrum nótum heldur en að samstarfsflokkarnir hafa verið að tala í ríkisstjórninni. En það svo sem skiptar skoðanir þar eins og alls staðar annars staðar auðvitað, en þetta þvert á það sem Lilja að hugsa. RÚV hefur auðvitað ekki aðeins verið að hasla sér aukin völl á auglýsingamarkaði, heldur líka í framleiðslu á nýju efni, á nýjum vettvangi eins og hlaðvörpum þar sem einkaaðilar hafi verið að svona reyna að feta sig inn á. Steinunn, þú kemur auðvitað úr menningunni og RÚV hefur skipt miklu máli auðvitað fyrir hana. Er sjálfgefið að ríkisstofnunin hasli sér þennan völl eða eigum við að leyfa grasrótinni og einkafyrirtækjunum bara eins og bókaframlögunum að stýra för þegar það kemur að þessum nýmiðlum? Já, það spurning sem að ég raunverulega ekki almennilega færum að svara en mér finnst að stjórnmálamenn, stjórnvöld og eigi að sjá sóma sinn í því að hlú að Ríkisútvarpinu. Þetta menningarstofnunin sem ól mig upp og mína kynslóð og til dæmis við vitum það að unga fólkið að hlusta á ákveðna hluti í RÚV á Rás 1 eins og hann að veru Illugadóttur í ljósi sögunar, uppfræðsla og skemmtun og þessi stofnun hún óendanlega mikilvæg og allar tilraunir til þess að draga úr henni tennurnar finnst mér ekki góðar. En ekki verið að hlúa að henni þegar verið að setja inn í hana milljarða og milljarða ofan á ári hverju og þessi stofnun hún sætir aldrei aðhaldskröfu líkt og aðrar stofnanir. Já, þessu ég ekki alveg nógu vel færum að svara en hins vegar að þá þekkti ég vel til dagskrárgerðarinnar fyrir fáeinum árum og mér var sagt að þau var í mjög miklum fjársvelti. Þannig að En hvernig má það vera Sigmar? Þú þekkir nú til stofnunar líka með alla þessa milljarða, margfalt meiri tekjur heldur en aðri miðlar sem að þó eru að reyna eins og í þessu þætti hér að framleiða efni fyrir almenning á Íslandi. Já, ég held að það felist nú í því að sú tegund dagskrárgerðar sem mikið á RÚV, hún auðvitað kostar gríðarlega mikið fé. Þetta til dæmis bara menningarhlutverk sem að Ríkisútvarpið hefur, það kostar fé en ekkert endilega alltaf að skila sér í einhverjum auglýsingatekjum tilbaka, sko. Þetta auðvitað bara alltaf umdeilt þegar að einkafyrirtæki að keppa við ríkið á markaði. Ég auðvitað mikil talsmaður þess að Ríkisútvarpið sé áfram til, en ég ekki talsmaður þess að Ríkisútvarpið sé þannig á markaðnum að það svona þrengju mikið af öðrum. Við þurfum auðvitað að taka þá umræðu hvert fyrirkomulagi þarna en sko það einn misskilningur sem varðandi Ríkisútvarpið og það að það sé hægt að hafa þetta bara menningarhlutverk eða bara fréttahlutverk en það ekki vera að framleiða einhverja skemmtiþætti eða eitthvað. Þá þetta ekki útvarp allra landsmanna vegna þess að það eru sumir sem að sækja í það en ekki kannski efni sem á Rás 1 eða skiljuna eða annað. Þannig að þetta auðvitað bara hugmyndafræðin til dæmis sem að BBC vinnur eftir að þú ert líka með því að vera með léttara efni að laða nýtt fólk að menningarefninu, fréttaefninu og því öllu sko. En það hlutur ríkisins í nútíma samfélag á 21. öld að framleiða innihaldslausa spjallþætti? Já, svo mikið af innihaldslausum spjallþáttum á RÚV? Það svona skilgreiningaratriði? Já. Það vísið þættina sem ég stjórna það? Nei, alls ekki. Þetta móti. Já, en það þetta, Stefán, sem erfitt, sko. Ef þetta útvarp allara landsmanna, þá þarf það auðvitað einhverju leyti að vera framleiða efni fyrir alla landsmenn og það auðvitað ekki þannig að allt efni sem RÚV sé að framleiða sé í beinni samkeppni við einkamiðla. En þú veist, Ríkisútvarpið á ekki að vera fasti. Hlutverk þess getur breyst frá einum tíma til annars. Áherslunar innan RÚV geta breyst frá einum tíma til annars. Þú veist, við skulum frekar bara fagna umræðan það hvernig best sé að gera þetta til framtíðar. En ég ekki ánægður með það hvað við sjáum að einkamiðlarnir upplifa svona erfiða samkeppni frá Ríkisútvarpinu. Þar hlýtur að vera hægt að laga eitthvað án þess að það bitni mikið á gæðum Ríkisútvarpinu. Þar virðist stofnunin hafa dregið tennurnar úr þeim með markvissum hætti eins og fjallað í leiðara Morgunblaðsins í morgun. Mér langar að tala einkarekna menningarstarfsemi. Mér langar að spila fyrir ykkur hér örlítið brot á skjánum hér fyrir aftan okkur. Þarna sjáum við Víking Heiðar í Carnegie Hall. Hann var með tónleika í Hörpu.
Þarna að leika Goldberg tilbrigðin eftir Bach. Hvað segir þetta okkur íslenska menningu á alþjóðavettvangi? Við erum auðvitað birta vídeóðu frá úr Hörpunni en hann nýkominn frá Carnegie Hall sem þetta einn merkasti tónlistarsalur í heimi. Þetta ekki ríkisrekið? Ég ekki viss þetta segja okkur neitt sérstætt íslenska menningu en þetta segir okkur ótrúlega einstaklinga sem hér spretta upp eins og Víkingur Heiðar. Jú, það segir okkur það íslenska menningu, hann hefur fengið mjög gott tónlistar uppeldi. Og ég þekkti Víking Heiðar vel og hana Höllu Oddnýju í Berlín. Við vorum samtíða þar. Konun hans, já. Ótrúlegt að sjá hvernig honum hefur gengið. Og það ekki nóg að vera framúrskarandi píanóleikari. Þú þarft að ryðjast í gegnum múr af framúrskarandi píanóleikurum. Þannig að þú þarft að hafa hæfileika, ekki bara til þess að spila á píanó, heldur líka til þess að koma þér áfram. Og Halla Oddný, ég leyfi mér að fullyrða, hún á ríkan þátt í þessari miklu velgengni. Hún náttúrulega alveg brilljant kona og píanóleikari og músikant. Og það mér finnst það eins og undur að Ísland svona fámennt eigi Bach túlkanda á heimsmælikvarða. Og Bach náttúrulega uppáhalds tónskáldi mitt og mannsins mín sem tónskáld og gamall poppari. Þannig að hann hefur vita á þessu allan hringinn og talar það meðal annars hvernig Víkingur Heiðar hreyfi við fólki. Það ekki nóg að vera bara góður, náttúrulega hreyfir ekki við fólki nema þú sért framúrskarandi. Og hann þannig og þannig Laufey Lín líka auðvitað. Sem að var að vinna til verðlauna á stóra sviðinu í Bandaríkjunum. Þetta ekki eins og lygasaga? Þetta ótrúlegt. Já. Og hérna hún 22-23 ára. Þetta eru miklar fyrirmyndir fyrir auðvitað líka yngra tónlistafólk og það má nefna auðvitað fleiri tónlistamenn Kaleo sem að hafa sigrað heiminn á síðustu árum og fleiri hljómsveitir sem að mætti nefna. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Kemur þetta okkur á korti, skiptir þetta máli í víðara samhengi eða bara fyrir þá einstaklinga sem hlut eiga? Nei, þetta hefur víðtækari áhrif í svona litlu samfélagi eins og Íslandi. Þú ert alveg að hitta naglan á höfuð. Þetta smitar út frá sér inn í menningarlífið. Og svolítið langar að taka undir þetta með Víking Heiðar, hann bæði listamaður og heimsmælikvarða en svo útgeislunin og öll hans framkoma og það hvernig hann hrífur fólk með sér á öðru leyti líka sem svo mikilvægt. Ég man hér fyrir einhverjum áratugum þegar sykurmólarnir voru að slá í gegn. Að þá var það bara þannig að við vorum eiginlega hvergi eitthvað að vekja athygli mikið á alþjóðavettvangi í einu eða neinu. Nú þetta bara út allt. Margir tugir einstaklinga og hljómsveitir. Já, og mér finnst þetta skipta verulegu máli. Mér finnst þetta vera, við sjáum það bara á samfélagsmiðlum og öðrum bæði með Víking Heiðar þegar tónleikarnir eru og líka náttúrulega með Laufeyju að fólk bara stolt og ánægt. Og ég held, virðið í þessu í litlu samfélagi eru miklu meiri heldur en í stærri samfélagi. Ég alveg sammála því. Þjóðarstoltið og líka það að þetta eru fyrirmyndir, þá hugsa aðrir, þá get ég líka. Og að Laufey Lín, hún hafi fyllt þarna út í eitthvað tómarum, hún með sem sagt gamla stílinn, Ella Fitzgerald og Andrew Sisters og með sínum eigin töktum og að hún hafi náð að gera þetta, mér finnst það makalegt og með sín eigin rödd og eigin tilþrifum í lagasmíð. Ég held að ungt listafólk, eða listafólk sem að koma upp núna, það elst upp í þá hugsun að heimurinn sé sviðið, ekki bara Ísland, heldur heimurinn allur. Það orðið svona bara innprentað í okkur að við erum ekkert endilega bara að skrifa og semja tónlist fyrir hvert annað. Þar hafa tækninýjungar auðvitað skipt miklu sköpum, þar sem að ungt fólk getur á augabragði orðið heimsfrægt bara með því að hlaða upp góðri músík eða texta á veraldarvefum. Og svo nú talandi menninguna eitt veraldar undur hér og það eru leikararnir okkar sem hafa náttúrulega líka farið út fyrir landsteinana og við höfum átt svo mikið af svo góðum leikurum eins og núna Ólafía Hrönn og Ingvar og Hilmi Snær, Krispur Kjell þetta ótrúlegt hvað þetta hefur hvernig leikararnir hafa staðið sig og ég náttúrulega eina af þeim sem alin upp í leikhúsunum í Reykjavík. Þau ólu mig upp og þessir dásamlegu leikarar. Og erum við ekki að lifa blómatíma í leikhúsinu líka? Ég hugsa það. Já. Mikil gróska. Já, mjög. Og kvikmyndagerðinni og allt. Heimurinn minni en kannski margur hélt. Mig langar til þess að færa talið að
kannski ekki ánægjulegri umræðu en mikilvægri. Það styttist óðum í forsetakosningar í Bandaríkjunum. Og já, það er vonað bregðist henni við. Donald Trump fer með himinskautum í könnunum en maður einhvern veginn horfir á sviðið og manni finnst þessi tveir menn sem kom til greina í embættið eiginlega báðir alveg kolómögulegir. Já, þetta er svona... Þetta er auðvitað svolítið snúin umræða núna, sko. Ég ætla nú ekkert endilega að segja að þeir séu báðir eitthvað kolómögulegir en það er að minnsta kosti mjög auðvelt að komast eftir niðurstöðu að annar þeirra sé kannski aðeins óheflaður og ódiplomatískur og svo eru þetta bara upp í ákveðnar efasemdir hvort að Joe Biden sem er náttúrulega fullorðinn maður, hvort að hann hafi ennþá orku og svona athyglisgáfu til þess að sinna starfinu. Þetta er bara umræða sem er á fullu vestanhaf. Sko. Eru það efasemdir varðandi Biden? Liggur þetta ekki bara í augum uppi að mikilvægasta og sennilega erfiðasta starf í heimi, það tekur sinn toll og þú þarft að vera í alveg einstökum sérflokki til þess að geta gengt því þú er komin á níræðisaldur. Og hann fyllir augljóslega ekki þann flokk. Já, þetta eru spurningarna sem menn að spyrja sig þetta vestanhafs og fleiri stöðum. Umræðan í kringum Biden er líka kannski svolítið svo núna að menn að veltaði fyrir sér af hverju gaf hann það ekki bara út að hann ætlaði að vera forseti í eitt kjörtímabil til þess þá fyrir sinn flokk að búa til svona tíma og möguleika fyrir einhvern annan þá mögulega til að taka við. Hann ákvað að gera þetta svona og á móti fær hann þá þessa umræðu svolítið í bakið. Sko, ég ætla auðvitað ekki að afskrifa Joe Biden en það er auðvitað þannig að þegar þessi umræða svona bara getu hans líkamlegt aðgerfi, andlegt aðgerfi til þess að gegna embættinu, það segir sig auðvitað sjálft að það mun hafa mjög mikil áhrif á kosningabaráttuna. En Sigmar, mér finnst þú vera mjög kurteis að kalla Donald Trump óheflaðan og ódiplomatískan. Hann er ólíkur Trump hvað þetta var. Já, maðurinn er náttúrulega, hann er stórhættulegur. Já. Og eftir þetta úttal NATO, að hann myndi bara styðja það að Rússar réðust á NATO-ríki eða borguðu ekki, ég held að þetta væri landráð. Og ég held líka að það væri landráð ef að hann er náttúrulega rússadindill og ef að þeir hjálpa honum til að verða forseti. Mér finnst þetta er eins og út úr einhverju bara hreinni og beinni lygasögu. Og náttúrulega maðurinn sjálfur, hvernig hann kemur fyrir og hvernig hann talar, hann er svona eins og bara skrípamynd af hvítum karlmanni og eitthvað sem að sko valla teiknimynda sögu, valla svona eins og valla tækur sem teiknimynda. Væri léleg teiknimyndasaga? Já, væri mjög léleg. En heldur hann hafið að meina þetta með NATO, þegar mann hlustar á þessum kosningafundi, manni finnst einhvern veginn eins og hann segir þetta í hitta leiksins og hann er bara svo hríðskotabissa út víðan völl. Hann myndi ekki standa svona málum ef hann sæti í Hvíta húsinu. Já, sko, jafnvel ég sem rithöfundur á að heita með eitthvað próf í sálafræði að skyggnast inn í höfuðið á þeim manni, það er ekki fyrir mig. Ekki fyrir hvern sem er. Nei, það er ekki fyrir hvern sem er, sko. Og mér finnst hann vera bara katastrófa fyrir heimsbyggðina og hvernig hann haga sér í loftslagsmálum og allt þetta, hann er óalandi og óferjandi. Það er náttúrulega ekki að segja það Joe Biden. En þessar spurningar hans atgerfi, þær eru þetta áleitnar, maður sér alveg göngulagið og svo framvegis, sko. Ég verð nú að segja það að sko, við getum alveg auðvitað talað Joe Biden og Trump og allt þetta, en sitjandi í embætti þá er Trump auðvitað, eins og þú ert að orða það, miklu hættulegri maður, einfallega vegna þess að hann segir eitt í dag og annað á morgun og annað. Og áreiðanlegur. Já, og í þessu tilfelli, hvað er hann að gera þegar hann segir það að þetta með NATO? Hann er að grafa undan áratuga varnarsamstarfi vestrænna ríkja sem hefur verið algjört tryggjarstykki í utanríkisstefnu bæði Bandaríkjanna og allrar Evrópu. Mér finnst hann grafa undan þessu og við erum ekki að taka umræðuna ennþá á Íslandi hvort að okkar hagsmunum sé best borgið þá með annars vegar varnarsamningunum við Bandaríkin. Hvernig ætlar hann að efna hann til dæmis þegar hann er komin í Hvíta húsið aftur? Getum við reitt okkur á það? Ég átta mig alveg á því að það mun alltaf vera fólk í kringum hann sem reynir að dempa niður mestu þvæluna. En það að hann segi þetta og ítrekki það, því að hann er líka búin að ítrekka þetta. Það bendir auðvitað til þess að ríki Evrópu þurfa að setjast niður og velta því fyrir sér, getum við treyst bæði innan NATO og bara sem einstaka ríki á samstarfi Bandaríkjanna með þessi forystæði. Getum við treyst á okkur sjálf því að við heitið því eins og önnur NATO-ríki að verja 2% af okkar landsframleiðslu til varnarmála og svo gerum við bara ekkert í því. Nei, við höfum þetta treyst á
samninginn við Bandaríkin og treysta á veru okkar í NATO. Það að molna undan því núna með þessum ummælum Trump. Mér finnst þetta vera eitt af því sem að kallar á umræðu. Það þetta afstöðuleysi íslenskra stjórnvalda til varnarmála. Eigum við virkilega ekki sjálf að bera meiri ábyrgð heldur en við gerum. Það eins og við stólum á allt utanfrá og það ekkert ríki, ekki einu sinni lítið land eins og Ísland getur gert það. Ég talaði það við vinkonum mínum daginn að mér finnst vera eitthvað á Íslandi sem landlægt sem héti ábyrgðarleysi. Og þá sagði hún ákvarðanafælni og ég bara mjög hugsi yfir þessum 2 orðum og það mjög margt sem að mér finnst vera í gangi sem að lyktar af ákvarðanafælni. Vandinn líka sá við þurfum að eiga umræðu öryggis- og varnarmál, það þarf að vera partur af daglegri umræðu stjórnmáluna, ekki bara þegar að Rússar að ráðast inn í ríki eða ófriður eitthvað staðar, það þarf líka að vera á friðartímanum því að þetta breytist allt svo skyndilega. Þurfum við ekki varnarmálanefnd í þinginu? Það er náttúrulega utanríkismálanefnd væri náttúrulega kannski með það hlutverk að einhverju leyti en við erum auðvitað með allt annars konar hugsun á Íslandi heldur en milljónaþjóðirnar í kringum okkur. Við getum ekki gert þetta öðruvísi heldur en í góðu og þéttu samstarfi við önnur ríki og þegar að sá sem að hefur mest lagt fram til varna Íslands og varna Evrópu í raun og vera mörguleiti talar eins og hann talar, þá þarf að eiga sér stað eitthvað endumat og verðum að vera pínlítið ófeimin við að tala þessi mál líka þegar aðeins friðvænlegra í heiminum því að þetta breytist á örskotsstundu. Og ekki friðvænlegt núna. Mér langar bara rétt í lokin, eins og ég hef gjarnan gert hér, spyr ykkur, hafið tilfinningu fyrir því hver verður stóra fréttin í næstu viku? Hvað mun gerast hér á næstu dögum? Hvers megum við vænta? Ég hef ekki hugmyndu það, en mér langar til að koma því að það var ein frétt sem ég sá í sjónvarpinu í gær sem að skaut mig skelk í bringu og það var það að háskólarektor kom Jón Atli og talar að það sé 300 milljóna króna niðurskurður til Háskóla Íslands. Og þetta finnst mér vera vanvirðing við þessa menntastofnun, æðstu menntastofnun og mér finnst þetta vera skilningsleysi á hlutverkjannar vegna þess að mér finnst að Háskóli Íslands, hann ein af helstu undirstöðum okkar undir velsæld einstaklingsins og þjóðfélagsins. En ég vona bara að gjósi ekki næstu viku því ég verð enn á Íslandi. Já, nú vitum við náttúrulega ekkert hvað gerist þar á vettvangi þingsins verður auðvitað þetta risamál sem að við erum að ræða í næstu viku og taka á sem auðvitað aðgerðina fyrir Grindvíkinga, uppkaupa húsnæði og öll þau ótal álitaefni sem að þar eru. En finnst ekki farsæl lausn á því? Já, umsagnirnar í samráðsgáttinni við þetta mál voru á 400. Já, það eðlilegt. Aðstæður fólks eru alveg ótrúlega mismunandi, aðstæður fyrirtækja eru mismunandi. Þetta mjög flókið. Vonandi verður það hægt, en þetta verður auðvitað kostnaðarsamt fyrir ríkið, en það vissum við auðvitað fyrir og þannig það bara. Það kostar peninga að standa vörðum innviði og við erum held ég öll sammála svona breiðu myndinni því en útfærslan verður flókið en menn hafa nú verið tiltölulega sammála að reyna að gera þetta vel. Við óskum ykkur góðs gengis, það skiptir allt samfélagið miklu máli að þinginu tækist vel til í þessu efni eins og öðrum. Þakka ykkur kærlega fyrir komin á þessum góða föstudegi, Steinunn Sigurðardóttir og Sigmar Guðmundsson. Takk. Þá ekki meira af vettvangi dagsins og þó því að hingað kemur í settið eftir augnablik Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Við ætlum að ræða þá mikilvægu stofnun og hverju hún skiptir fyrir íslenskt samfélag. Hvert skref skiptir máli. Frá okkar fyrsta til okkar næsta. Allt skiptir þetta máli og kemur okkur lengra en við töldum mögulegt. Toyota. Förum lengra. Komið sæl aftur að skjánum í spursmálum. Hingað í setti til mín komin Runólfur Pálsson. Hann stýrir stærsta fyrirtæki á Íslandi, Landspítalanum, og það ekki ástæðulausu sem ég fengið hann hingað til mín. Við fluttum fréttir af því Morgunblaðinu í morgun að Landspítalinn var rekinn með jákvæðri afkomu í fyrra. 600 milljóna afkoma var af rekstrinum og það hrökkva ýmsir við, eiga spítalar að skila hagnaði. Þetta ekki kauphallarfélag eins og sum önnur sem við fjöllum og mér langar til að ræða það hérna við hann og ýmis önnur mál. Velkomin, Runólfur. Takk fyrir. Til hamingju með þetta reynda 3. árið í röð sem að þið skilið jákvæðir afkomu. Hvað þýðir það í spítalarekstri að skila hagnaði? Já, okkur náttúrulega ber að halda okkur innan ramma fjárlaga og það hefur skapast engin skilningur á því held ég almennt í opinberu þjónustunni að það ber okkur að gera og við leitumst til þess með öllum tiltækum ráðum en það ekki auðvelt. Ég vek nú athygli á því að þetta reyndar 0,6% af rekstrarútgjöldunum og það nú oft ekki mikið til að hnika þessu
í aðra hvora áttina, en auðvitað er þetta jákvætt. Þið hafið þurft að hafa mikið fyrir því, vænti ég, að skila þessu réttu megin við núlið. Já, það er það. Þetta er mikil fyrirhöfn. Hvað verður 600 milljóna hagnað? Þið greiðið ekki út arð? Nei, það gerum við ekki. Auðvitað er mikilvægt að starfsfólki njóti þess þegar að svo ber undir, en því að það er auðvelt að missa tökin á rekstrinu því að það er af nóg að taka þegar kemur að því að reyna að bæta aðstöðu og hag starfsmanna. En það er eins og nóg að verkefni sem að við þurfum að fjármagna og ýmiss konar þróunarverkefni og við þurfum líka alltaf að leitast við að bæta þjónustuna. Þið þurfum að kaupa dýran búnað, tæknin er ekki ókeypis í þessum að gera? Það er gríðarlega kostnaðarsamt og það er nú svo að fjárveitingar til fjárfestinga af því tagi, þær hafa ekki aukist að neinu marki undanfarin ár. Inn í þetta kemur náttúrulega að það er verið að byggja nýjan Landspítala, löngu tímabær framkvæmd. Gríðarleg framkvæmd, stærsta framkvæmd Íslandssögunnar. Já, og þetta er náttúrulega tekið alltof langan tíma því að við höfum ekki, hvorki á Landspítalan í annars staðar í heilbrigðisþjónustu í rauninni, náð að byggja upp næga innviði til að mæta þeirri miklu fólksfjölgun og lýðfræðilegu breytingu sem hafa orðið á síðustu 20-30 árum. Bæði mikil fólksfjölgun og svo er þjóðin að eldast. Þessar 600 milljónir, svo við höfum þá hreinu, hafið þið þetta þá reikningum hjá ykkur inn á nýtt rekstrarár til þess að fjárfesta í mannafla, lyfjum, tækjum eða fer þetta niður í fjármálaráðuneytið og hverfur þær í hítina? Nei, þetta situr hjá okkur, en við erum með verkefni sem eru fjármögnuð og í sumum tilvikum eru verkefni sem færast bara yfir áramótin. Já. Þannig að þetta lítur nú ekki alveg eins vel út eins og kannski maður skildi halda. Nei, en árið 2023 er fyrsta árið sem þið keyrið eftir svona nýrri hugsun sem er reyndar alþjóðleg og hefur lengi verið við lýði annar staðar, þar sem að spítalinn og starfsemi hans er skoðuð eða metin út frá því hversu mikið þið framleiðið eða hversu mikil þjónusta er veitt til handa þjóðinni og gestum okkar hér á hverjum tíma. Er þetta grundvallaratriði í því að ná góðum tökum á starfseminni? Já, ég held að það sem er mikilvægt að öllum sé ljóst í hvað fjármunir skattgreiðenda fara, hvaða verk er unnin. Þannig að það sé greitt á fyrir þá þjónustu sem veitt er og það er gerð áætlun þar sem óskað er eftir að spítalinn veiti ákveðna þjónustu og það liggur fyrir þá greiðsla fyrir hana. Reyndar er þetta 56% af fjármögnun spítalans. Sem er bundin við framleiðsluna. Bundin við þetta og þetta er náttúrulega stærstu þættir klínísku þjónustunar, all bráðastarfsemi meira og minna, göng- og dagdeildarstarfsemi, en svona endurhæfingar þjónusta við aldraða, svona það sem er langar innlagnir í mörgum tilvikum er undanskilið. Já. En þetta skiptir miklu máli og ég held að þetta líka eykur skilning á því, svona auka kostnaðarvitund og skilning á því hvað tiltekin þjónusta kostar. Þetta er kerfi sem er alþjóðlegt. Þetta gengur út af það að þið skilgreinið sjúkdóma og meðhöndlun, þannig að þegar þið leysið af hendi verk, hvort sem að það er skurðaðgerð á mjöðum eða botlangaskurður eða hvað það er, að þá er bara verðskrá sem að sjúkratryggingar hafa gefið út og þið fá greitt eftir henni. Já, við byggjum á það eru flokkar sjúkdómsgreininga, það er búið að meta það hvað meðalverði við tiltekna þjónustu við ákveðnum sjúkdómum, bráðum, langvinnum, hvað kostar að veita að framkvæma ákveðnar skurðaðgerðir og það er stuðst við það og þetta er reyndar norrænt flokkunarkerfi sem við styðjumst við og raunar norskar kostnaðarvigtir sem stendur. Kostnaðargreiningi skiptir náttúrulega öllu máli í þessu og við byggjum á reynslu sem er fyrirliggjandi og þetta er svo sem sama fyrirkomulag er annars staðar. Svo er það þannig að það liggur fyrir áætlun fyrir árið og þetta eru svo kallar einingar, kallaðar DRG einingar sem að samið og við fáum greitt fyrir þær. En það er hvati jafnan í þessu kerfi þannig að ef að þjónustan sem við veitum, svo kallar framleiðsla þá, fer umfram áætlunina og alveg upp í 4% umfram samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands að þá er gert ráð fyrir því að það sé greitt að fullu og umfram það að það sé þá 30% af einingaverði. Að sama skap er það þannig að ef við náum ekki að veita þjónustu miðað við þá áætlun sem að liggur fyrir að þá fáum við bara greitt
30% af þeim einingum sem upp á vantar. Þannig að það er innbyggður mikill hvati í að ná þessu markmiði. Það er innbyggður mikill hvati, já. Og ég skoðaði tölur frá ykkur sem að sýna það að skurðaðgerðum á spítalanum fjölgaði 1500 á síðasta ári. Það segir mér kannski ekki mikið því að ég átta mig illa á því hversu margar aðgerðirnar eru í heild, en þetta eru 30 aðgerðir á hver einstu viku. Hvernig farið að því að í þessu mikla álagi sem þið eru að auka afköstin með jafn afgerandi hætti? Það var ráðist einfaldlega í miklar umbætur. Ég meina það er alveg ljóst að biðlistar hafa verið að lengjast mikið og það ágerði sérstaklega meðan að faraldurinn geisaði. Og við náttúrulega verðum að, við berum ábyrgð gagnvart samfélaginu að reyna okkar ítrasta til þess að veita fólkið á þjónustu sem það þarf og þá er ráðist bara í miklar umbætur og það er náttúrulega stöðugt verið að þróa nýtingu á hvað sem það er á skurðstofum eða annars staðar innan spítalans og nýtingu rauninni mannaflans, tíma og það tókst að gera þetta í rauninni án þess að við værum að fjölga starfsfólki að opna nýjar skurðstofur. Og það er náttúrulega athyglisvert að starfsemistölurnar sýna nánast á öllum sviðum mikla aukningu. Það virka ekki, það láta ekki mikið yfir sér 4% fjölgun lega, tæplega 8% aukning í samskiptum á göngu- og dagdeildum, en þetta er náttúrulega stórt samhengi. Þannig þetta er mikil aukning og ef við berum okkur saman við það sem er að gerast í sjúkrahúsþjónustu almennt þá er þetta mikil aukning. Þannig að það er mjög ákvæmt. Og þetta eru skipulagsbreytingar, felur það í sér að fólk hleypur hraðar eða fjölguðu fólki eða hvernig ná menn fram, maður myndi kalla þetta bara aukin skilvirkni á mannamáli? Já, það er náttúrulega þannig, en það verður að hafa í huga líka og það er náttúrulega verið það fjallað ítrekað að það náttúrulega hefur verið mikið álag á spítalanum í bráðaþjónustunni og þar náttúrulega hefur fólk raunar þurft að hlaupa hratt og það skilar sér náttúrulega þá í auknum verkum. Við höfum líka þurft að auka við mönnun til þess að geta bara mætt þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í bráðaþjónustunni og með auka vöktum og slík og það er kostnaðarsamt. Þannig að þá er náttúrulega líka mjög mikilvægt að við fáum þá greitt fyrir þá umfram þjónustu sem við erum að veita. Sem var ekki fyrir að þið tókuðu upp þetta kerfi fyrra? Nei, en þá var oft ágreiningur það, þá þurfti spítalinn að kalla eftir auknu rekstrarfé og þá var náttúrulega spurt, getið þið sýnt fram á að þegar við skila aukinni starfsemi og veittu aukna þjónustu. Og mælikvarðarnir kannski ekki alveg ljósir? Nei, þeir þróuðust kannski ekki sem skildi innan fyrra kerfis, en þetta núverandi kerfi sem byggir á tengingu við unnin verk, að það hvetur náttúrulega til þess. En annars er sjúkrahúsþjónusta eins og heilbrigðisþjónustan yfir höfuð að verða meira gagnadrifin í samvætti hvernig henni stýrt. Heilbrigðisráðherra var hér í viðtali hjá mér daginn og þar ræddum við meðal annars þennan títtrædda fráflæðisvanda á spítalanum. Hann nefndi það að þetta væri ekki síst tengt öldrunarþjónustunni þar sem að okkur vantaði hina réttu endarstöð fyrir fólk á hjúkrunarheimilunum. Bráðamóttakan hefur verið svona í skotlínu hvað þetta varðar og talað gríðarlegt álag þar. Lengi vel heyrði ég í fleiktadagana svona utanhús að þetta tengdist ekki síst því að yfirlæknar á öðrum deildum spítalans, þeir hefðu bara fullt forræði á því hvort þeir yfir höfðu tækju við sjúklingum eða ekki og bráðamóttakan satt uppi með allan stabban. Er þetta rétt? Þú varst nú yfirlæknir á annarri deild spítalans? Þetta er ekki alveg rétt, en það er þannig að við höfum, það er engin spurninga hérna á Íslandi að við búum við mjög öfluga heilbrigðisþjónustu sem byggir á gríðarlega sterkum mannauði. Þegar kemur að skipulagi, verkferlum, stöðlun, verklags og slíku þvert á til dæmis spítalann, þar höfum við ekki verið sterk. Höfum við verið gamaldags? Já, hugsanlega. Þannig að þar þurfum við að bæta okkur og við erum að því. Og það er kannski að hluta til ástæða þess að okkur gengur betur og við erum að þróast stöðugt meira í það átt en það er erfitt að ná kannski tilætluðum árangri nema gera sér einhverja breytingar þá á skipulagi líka. Stjórnskipulagi þar á meðal og þess vegna höfum við ráðist í það því að það miðast fyrst og fremst að því að efla þjónustu spítalans.
þetta var mjög loðið svar verði að segja. Þetta snýr að spurningunum flæðið frá bráðamóttökunni. Eru þið að dreifa, líkt og mér skildist á ráðherranum, álaginu yfir á fleiri deildir? Það hefur við gert, já. Hvað felur það í sér? Það hlýtur þá að auka álagið á öðrum póstum en jafn álagið? Sannarlega, eins og þetta var áður þannig þá færðist álagið í bráðaþjónustunni, það skapaðist fyrst og næst á bráðamóttökunni og þandist út þar, ef við getum orðað það svo. En við tókum ákvörðun það að dreifa álaginu, og það bara vel þekkt nálgun, ég meina það var gert víða heim, það kallar þá að leggja yfir miðað við þau legurými sem við höfum. Vandinn í hnotskurn, hann skortur á legurýmum og hann stafar, eins og við komið fram, fyrst og fremst hluta til af því að við erum með einstaklingar sem við getum ekki útskrifað. Þegar okkur skorti legurými og þetta var þannig að þá bara dvöldu sjúklingarnir á bráðamóttökunni þangað til að legurými losnaði. En við erum að gera, þetta margþætt nálgun að því að reyna að bæta flæði spítalans, og einn liður í því að þegar að fjöldi einstaklingar sem að dvelur á bráðamóttökunni og bíður eftir að komast á legudeild, komin upp í 20 til að mynda, að þá förum við að færa þá yfir á legudeildina þó að sé ekki legurými, og þá bara í rúm á gangi þess vegna. Það hafi ekki þótt vera viðunandi aðstæður fyrir sjúklinga á legudeildum, og þær eru það ekki. En við metum það svo að það sé skárri nálgun og skapi betra öryggi fyrir þeirra þjónustu heldur en að hafa stjórnlausan fjölda á bráðamóttökunni. Á einum stað, þar sem að yfirhitnar. Hvernig breytið þið þessu? Þið eru búin að leysa einn hluta vandans með því að taka þessa miklu yfirhitun á bráðamóttökunni, en þið skapið þá smærri vanda en vanda sannarlega inn á hinum deildunum. Það bara leyst með nýja þjóðarsjúkrahúsinu niður við Hringbraut, eða getið þið leyst þetta með öðrum hætti í núverandi kerfi og húsnæði? Það mjög erfitt að komast lengra við núverandi aðstæður, og þú nefndir réttilega áðan að þetta náttúrulega skapar álag. Álagið hefur verið gríðarlega mikið, og bæði á náttúrulega bráðamóttökunni áfram, þrátt fyrir þessi skref sem við höfum tekið, en líka á öllum þessum legudeildum sem taka við bráðveikum. Svona gengur ekki til lengdar, en heilbrigðisyfirvöld náttúrulega vinna að því að reyna að skapa úrræði fyrir þessu öldruðu einstaklinga, og þetta náttúrulega skortur á ákveðnum innviðum hérna í samfélaginu sem að veldur þessu. Við erum í þessum aðstæðum í dag. Ég ekki viss að fólk hafi kannski séð fyrir að þetta yrði svona fyrir kannski 10, 15, 20 árum, en enga síður. En að þú spyrðum nýja spítalann, hann gerir ekki ráð fyrir mikið legurými. Nei, þetta nefnilega mjög mikilvægt mál, vegna þess að hlutverk Landspítala í dag miklu víðtækara heldur en gert ráð fyrir. Stefna stjórnvalda að spítalinn sé með afmarkaðra hlutverk, og það speglast meðal annars í þeim rúmafjölda sem að verður á nýjum Landspítala, þannig að það komið til önnur úrræði til þess að veita þjónustu, hluta þeirra sjúklinga sem við erum að fást við í dag, þar á meðal hluta þeirra sem eru aldraðir og njóta endurhæfingarþjónustu og svo framvegis. Þannig að þetta mjög krefjandi mál að koma allir þessara aðstöðu upp hérna. En við erum að reisa ný þjóðarsjúkrahús fyrir sennilega 200 milljarða eða hvað það verður, 200.000 milljónir, og hann ekki rétt byggður með við kerfið eins og við kerfum það? Já, það fer eftir hvert hlutverk hans á að vera. Við erum með mjög sérstakar aðstæður. Vitum við það ekki? Jú, við vitum það. Ég var að segja þér áðan að stjórnvöld gerir ráð fyrir því að hlutverk spítalans verður mun afmarkaðurinn í dag. En ég var líka að segja þér að þá eftir að skapa þau úrræði sem eiga að taka við því. En hafa menn tíma? Nú, já, þið eru að fara að taka spítalann í notkun hvað, 2030, þannig að við þurfum að hlaupa hratt næstu 5-6 árin. Já. Eru það öldrunarrýmin fyrst og það stærsta málið sem við stöndum? Nei, ekki eingöngu, vegna þess að þá ég að tala þessi hefðbundnu hjúkrunarrými sem við þekkjum þau í dag á hjúkrunarheimilunum. Við þurfum meiri þjónustu. Þeir einstaklingar sem eru innan öldrunarþjónustu Landspítala í dag, að því að við erum að tala það, þeir þurfa í sumum tilvikum tímabundið hið minnsta meiri þjónustu heldur en almennt boðið upp á þessum hefðbundnu íslensku hjúkrunarheimilum. En ég ætla að nefna það áðan, við erum með mjög sérstakar aðstæður hérna á Íslandi, bæði náttúrulega vegna þess að
búsetan þannig að þorri þjóðarinnar býr hérna á höfuðborgarsvæðinu og í grændinni. Við erum með einn stóran spítala sem einhvern veginn bakhjarl allra. Á sama tíma náttúrulega hefur heilbrigðisþjónusta og kröfur til sjúkrahúsþjónustu hafa aukist mjög mikið. Fólki fjölgað gríðarlega. Þannig að við þurfum að einbeita okkur að því að veita þjónustu á mismunandi þjónustu stigum sem eru við hæfi. Með öðrum orðum að ef við ætlum að nýta sjúkrahúsins og Landspítala til að veita mjög víðtæka þjónustu áfram, þá náttúrulega verður hún kostnaðarsamari heldur en ella. Þegar að ræða léttvægari vandamál sem að væri hægt að leysa á öðrum vettvangi. Þannig að það bara verk að vinna í þessu og stýring heilbrigðisþjónustu í dag mjög krefjandi mál. Vegna þess að við erum að greiða fyrir þessa þjónustu að stærstum hluta úr vasa skattgreiðenda, þurfum að fara vel með það fé. En stóra áskorunin til viðbótar skortur á mannafla. Sem sagt fagfólk að hafa nægilega mikið af því. Og við getum talað hér, við getum reist hérna hinn á þessi hjúkrunarheimili og við getum reist hérna jafnvel annan spítala til að mæta einhverju þjónustuþörf, en við þurfum líka að manna þessar stofnanir. Það óleystur vandi? Ég miklar áhyggjur af því og þetta vandamálum víða veröld. Ekki allan heim vandamál? Þetta allan heim, en við náttúrulega höfum, það eru margar hliðar á því vandamáli líka. Ég meina, við gerum miklu meira en áður og við erum meiri kröfu til heilbrigðisþjónustuna, við þurfum fleiri til að sinna störfunum. Það voru viðhorfsbreytingar gagnvart störfum, ef þú fer nokkra áratugi aftur í tímana þá var þetta lífstíll líka við að starfa við þetta og fólk vann mjög langan dag og það bara eru til skýr dæmi það, bara til lengd vakta og svo framvegis. Það er búið að stytta vinnutíma, þannig að við þurfum mun fleiri starfsmenn, við höfum ekki haft tök á því frekar en aðrir að mennta nægilega margar til að taka við, þá þurfum við aðra lausnir til þess að geta samt veitt þjónustuna, við þurfum líka að tryggja gæði og svo framvegis, þannig að það getur orðið erfitt að koma þessu öllu við allstaðar og ég held að við Íslendingar erum í erfiðari stöðu heldur en margir. Við spjöruðum okkur ótrúlega vel hérna á árum áður, þrátt fyrir það til dæmis að læknar þyrftu að fara erlendis í öllum tilvikum til þess að stunda framhaldsmenntun og framhaldsnám skiluðu sér heim, það ekkert sjálfgefið. Nú erum við að byggja upp sérnám hérna á Íslandi í þessum helstu greinum lækninga til að mæta þörfinni í framtíðinni. Við þurfum áfram á því að halda að framhaldsnám færi fram erlendis líka. Til að sækja þekkingun út? Sækja þekkingun, já. En það eru ýmsar aðra leiðir til líka. Það var skapast fleiri heilbrigðisstéttir heldur en þessar hefðbundnu. Við þurfum að nýta þeirra starfskrafta líka eins vel og við mögulega getum, færa til verkefni ef við erum með ónógan fjölda starfsmanna á ákveðnum sviðum. Við þurfum að leita alls konar lausna til að ráða við þennan vanda, en mér finnst fólk ekki gera sér nægilega grein fyrir því hvað þetta stór áskorun í raun. Þetta óleysanlegt? Ég vil aldrei segja það, en auðvitað erum við að þróa líka tæknilega lausnir, en það er mikill misskilningur ef menn halda það að með því að þróa ákveðin smáforrit og hugbúnað í þessu tægi að þá bara getum við bara fellt niður störf tuga eða 100 starfsmanna. Eitt af því sem er mikil áskorun í sambandi við það er að þessar lausnir bæti ekki bara þjónustu, heldur líka dragi úr mannaflaþörf. Stundum er að þannig þegar það er einlega svona lausnir að það eykur álag hjá starfsfólki. Þannig þetta er bara til marks það hvað þetta er flókið mál. Og eitt af því sem við getum verið stolt af á Landspítala er að fjöldi til að mynda hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, lækna hefur jókst ekki á árinu, þrátt fyrir þessa starfsemisaukningu. Þannig að fólk er að leysa fyrir stórverkefni af hendi. En það sjá það allir, að við getum ekki haldið endalaust áfram þannig og með einhverjum tæknilausnum og svoleiðis á næstu árum og bara haldið áfram að auka þjónustuna í takt við þörfina. Við þurfum hendur líka. Við þurfum hendur og fætur líka. Talandi mönnun, það hefur oft verið talað svona yfirbyggingun á spítalanum og það er nú stundum verið tekið dæmi af því að fyrir ekki mjög mörgum árum að þá var sérstakt starf innan spítalans sem að var framkvæmdastjóri á skrifstofu forstjóra spítalans sem að þótti dálítið undarlegt. En þú varst núna, og ég sá að margir læknar supu hveljur yfir því, og auglýsa 23 yfirmannsstöður innan spítalans og menn sögðu á að bæta hér við enn einu lagin af stjórnendum sem að sitja við tölvu og er ekki að lækna fólk. Bara mjög mikilvæg spurning og við erum nú reynt að útskýra þetta, við erum
Í rauninni þegar ég tók við starfi forstjóra þá náttúrulega rýndi ég allt stjórnskipulag spítalans mjög vel og reyndi að svona sjá hvernig það myndi nýtast í þau verkefni sem framundan voru og eru og mér fannst mikilvægt að gera breytingar, að styrkja verulega framlínustjórnunina, minnka þá miðlæga stjórnsýslu, en ég byrjaði nú reyndar á því að fækka þeim störfum. Við vorum með 18 miðlæga stjórnendur, 8 framkvæmdastjóri, ég man rétt 10 forstöðumenn. Þannig að ég sem sagt fækkaði þeim störfum strax í upphafi 7 og búin að fækka eitt í viðbót núna. Þannig að þó að það hefði ekki farið hátt því að ég sameinaði 2 svið. Síðan, en þessi störf sem ræða í framlínu og það eru þessi stjórnunarlegu verkefni eru hlutastörf í sömu tilvikum. Þannig að það er eftir að hafa það í huga. En svo erum við bara að rýna öll störf. Það bara eru öll störf undir. Og þetta er áfangi 2 verð ég að segja núna og það verður áfangi 3 og við munum bara einfaldlega haga þessu eftir því sem að þörf krefur til að ná árangri og það er náttúrulega markmiðið að árangursmeta þessar breytingar sem eru gerðar. Eykur þetta miðstýringu eða eru það að gefa fólki meira, eða eru það að dreifa valdinu til ákvarðanatöku? Það er það sem við erum að reyna að gera, já, að dreifa valdinu og gera stjórnunina skilvirkar í fremsta laginu. Er þetta dýrara? Sko þetta náttúrulega, við metum þetta sem kostnaðaraukningu núna, það má segja kannski 250 milljónir, en á móti kemur að við væntum rekstrarbata og vonandi skilar þetta, markmiðið er þetta skilir sér í bættum rekstri, kostnaðarlegum ávinningi, betri þjónustu, auknum gæðum, aukinni skilvirkni. Þetta eru markmiðin. Landspítalanum er stundum stilt upp sem andstæðu við einkarekstur og margir sjá svart þegar talað um einkarekstur, aðrir sjá svart þegar talað um fullan ríkisrekstur. Allan heim eru menn að keyra þessi kerfi samhliða. Hér er mjög þetta deilt og mikil átök þetta bara í pólitíkinni. Hvernig horfir þetta við forstjóra spítalana sem eru þetta yfir stærstu ríkisstofnuninni? Eru kostir í því að vinna þetta í þessum 2 ólíku kerfum eða á að færa þetta í aðra hvora áttina? Já, mitt mat er að við erum náttúrulega búin að vera með einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni í áratugi. Og ég er í fljótu bragði sé ekki að það hafi orðið einhver sérstaklega mikil aukning á því núna. Ég held að séu ákveðnir kostir við það að tiltekin verkefni heima þar. Þetta er mjög sérstök umræða og mér finnst stundum fara út víðan völl raunar og vera ómarkviss. Íslenska heilbrigðiskerfið er ekki einkavætt. Það er einn greiðandi, Íslenska ríkið. Íslenska ríkið felur ákveðnum þjónustuaðilum að sinna tilteknum verkefnum samkvæmt samningi. Þetta er bara stunda út allan heim. Í mörgum öðrum löndum, meðal annars í ýmsum Evrópulöndum, sem við horfum gjarnan til líka, þar er einkavæðingar hluta. Það eru einkarekin tryggingafélög. Og það er svolítið merkilegt að í þeim löndum að þar sem að þessi tryggingafélög starfa, þar er mjög mikil stýring á þeirri þjónustu sem veitt er. Og það sem ég hef sagt endurtekið er að við verðum að Íslenska ríkið ber ábyrgð á þjónustuna engar síður og það þarf að stýra henni. Og þetta snertir bæði nýtingu fjármuna, vegna þess að ef það er ekki, við erum með fyrsta stigs þjónustu sem er heilsugæsla, annars stigs þjónustu sem er ýmiss konar sérfræðiþjónusta og svo sjúkrahúsþjónustu eins og Landspítala, svona Akureyri jafnvel, sem er þá þess utan. Og við þurfum að nýta öll þessi úrræði mjög vel, bæði til þess að fara vel með fjármuni, en líka til að nýta mannaflan vel þannig við getum veitt á þjónustu sem að þörfi fyrir, því eins og ég sagt áður að þá er hann takmörku auðlind. Og við þurfum að vanda okkur alveg sérstaklega þegar kemur að þessu. Þess vegna skiptir mér miklu máli að þessi hort heildstætt á
heilbrigðisþjónustuna á þau verkefni sem verið að fela í þessu tilviki sjálfstæðstarfandi aðilum, horfa opinberu heilbrigðisstofnanir, það verða allir að skila sínu og það þarf að vera skilgreint hvert hlutverk hvers og eins. Þannig við þurfum að vita á hverjum tíma hvaða verkefni við erum að fela tilteknum aðilum. Og mér hefur fundist, þróunin á þessum vettvangi, hún stundum þannig að við erum í vandræðum með einhverja tiltekna þjónustu. Eftirspurnin eykst og við getum ekki sinnt í þennan opinbera kerfisins og þá ráðist í að færa þjónustuna til annarra sem geta sinnt henni. Það er mjög gott. En ef að á hverjum tíma þá þurfum við að forgangsraða verkefnum innan heilbrigðisþjónustunnar eftir því hversu brýn þau eru. Og við höfum aldrei lenda, það er ákveðin hætta ef við hugum ekki vel á hlutunum og ég er alls ekki að segja að það sé ekki gert hér en það þarf samt að hafa augun á því. Ef við sköpum mikil tækifæri fyrir okkar fagfólk sem þessi takmarkaða auðlind, hingað og þangað innan þjónustukerfisins á kostnað stofnana eins og Landspítala sem eru með brýnu verkefnin. Þannig að bara eina sem ég segi er að við þurfum að... Það þarf á jafnvægi í þessu. Já, vera jafnvægi í þessu, en ég er mjög hlynntur því að fela aðilum tiltekin verkefni með þessum hætti. Eitt atriði sem er langar til að nefna, við höfum flutt fréttir af því að á Karolinska háskólasjúkrahúsinu þar sem að Björn Soga hefur nú ráður ríkjum en er að láta starfi, þar hafa menn ráðist í mikið átak til þess að eyða biðlistum. Biðlistar eru eitur í beinum fólks, ekki síst þess fólks sem er á þeim listum. Hafið þið tök á að skera niður þessa heljarlöngu biðlista sem við heyrum af í ýmsum aðgerðaflokkum hjá ykkur? Við leitumst við það eftir besta mætti og þessi árangur á síðasta ári, hann er skref í þá átt og við munum halda áfram á þeirri braut og ég meina það er skiljanlegt að það skapaði skriðanlegu vandi í heimsfaraldrinum þar sem að biðlistar lengdust mikið, það er allir að keppast við þetta, við líka. Það er annað atriði viðkvæmt mál sem að ég held að það sé þó ástæða til þess að færa í tal hér. Það varðar fólksflótta til landsins. Við fáum núna fréttir af því að það séu mjög veik börn, ekki síst á leið til landsins út af Gazasvæðinu þar sem það var búið við hörmulegar aðstæður. Er Landspítalinn búinn undir það að taka við þessum hópi? Hafið þið yfirsýn yfir það hvaða verkefni geti beðið ykkur hér innan örfára daga? Nei, ég hef það ekki. Við höfum takmarkaða getu gagnvart svona verkefnum sem komum skyndilega en við, eins og við gerum jafnvel hérna á Íslandi, við reynum að bregðast við eins og við mögulega getum. Hversu takmarkuðu er hún? Ef þetta eru 10-20 mikið veikir einstaklingar, það hlýtur að geta reynt mjög alvarlega á innviði sjúkrahússins. Sannarlega og sama staða gæti komið upp til dæmis ef að jarðhræringar á Reykjanesskaga halda áfram á svipaðan hátt og áður og ef að til dæmis að kæmi til þess að þetta rýma Reykjanesskagann, þá eru náttúrulega sjúkrastofnanir þar og sú þjónusta myndi færast til Landspítala. Það er mjög erfitt að eiga við það. Hvernig? En við verðum enga síður að gera það. Eru þið með áætlanir sem að tækjum með að því? Við höfum ekki skilgreint sérstakar áætlanir en við teljum okkur munar á það við það, já. Já, þannig að það sé mögulegt. En það sama á við mál eins og þetta, ég meina, þetta er ekki komið inn á mitt borð. Af hverju ekki? Svo dúkkar þetta upp bara í daginn og þið verður að bregðast við eins og mennið sem á suðu saman heitavatnslögnina? Já, það er bara mjög mikið af slíku hérna, sko, ég meina, þú veist, en enga síður að þá er þetta bara mál sem við myndum þurfa að skoða ítalega og bregðast við. Sko, styrkleiki okkar er að við erum með náttúrulega gríðarlega mikla þekkingu, mjög öflugt starfsfólk sem að getur gert ótrúlega hluti. Já. Það er okkar styrkleiki. Það er ánægilegt að fá því hér í settið að ræða þessa hluti, afskaplega gleðilegt að sjá þessar tölur og vonandi að ykkur gangi vel á þessari braut áfram. Það er mikið hagsmunamál fyrir okkur öll. Takk að kærlega fyrir komuna, Runólfur Pálsson. Takk að þessum leiðis. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn, en við verðum hér á sama tíma liðinni viku og hlökkum til að hitta ykkur þá.